Komið sælar og blessaðar kæru meyjur. Það var komið að júlílestri fyrir ykkur. Ég er búin að draga hérna spilin ykkar. Bara hreinlega til að spara tíma. Þessi sígunarlögn tekur svolítið tíma að lesa úr. Ég veit að júlímánuður er löngu byrjaður. Þetta getur líka verið aðeins fram í ágúst. Það er ekki alveg svo náið með tíman. Ok, þá ætlum við að byrja hérna á þemaspilinu sem þið fenguð. Kæru meyjur, það er þetta hérna fallega spil sem heitir Kraftur tilgangsins eða tilgangur með krafti. Mér finnst þetta tala til þess að allt sem að þið setjið ykkur fyrir sjónir og gerið af tilgangi eða með góðum tilgangi, með jákvæðum tilgangi, það mun verða veruleika. Þið sjáið hérna ör sem hitti beint í miðjuna og það skiptir máli að tilgangurinn sé jákvæður og það þýðir ekki að setja einhverjar óskir eða áætlanir fram án þess að hafa tilganginn með. Það er eiginlega þannig sem að til dæmis fjarheilun virkar. Það er bara krafturinn, orkan í hugsuninu tilganginn. Að orkan fari á ákveðinn stað á ákveðnum tíma. Ok. Þetta er mjög fallegt spil og í svona tannhjólslíki sýnist mér sem að er komið þar sem er komið inn á tíma og annað og það að hvernig hlutirnir tengjast saman. Ég ætla að stilla spilinu hér þannig að þið ættu að geta séð aðeins á það. Og svo bara byrjum við, kæra meyja. Við byrjum á að kíkja aðeins á viðfangsefnin ykkar sem getur verið atvinna, tómstundir, eitthvað sem að þið eruð að fást við. Og mér sýnist vera búin að vera ákveðin þreyta í ykkur varðandi það. Undanfarið, mikill tími sem hefur farið í bið, annaðhvort að bíða eftir svörum eða bíða eftir ákveðinu uppskeru af einhverju sem að þið hafi verið að setja af stað. Núna virðist eins og biðinni sé lokið. Því að ég sé hérna koma inn fyrir ykkur fallegt jákvætt tilboð. Og ef að þetta varðar atvinnu þá gæti þetta verið tilboð einhvers konar nýja vinnu eða nýja þætti varðandi vinnu. Ef til vill er þetta nýtt áhugamál líka sem á eftir að fanga ykkur rækilega. Því að ég sé ykkur taka þessu tilboði fegins hendi og þið eflist og styrkist við það. Þetta tilboð gæti komið frá ákveðnum einstaklingi. Það er hérna karlmannsorka, maður sem er frumkvöðull, sem er orkumikill, kraftmikill, góður í að koma hlutum áfram. Gæti verið sjálfs síns herra og þetta tilboð gæti líka orðið til þess að þið verðið ykkar eigin atvinnurekendur. Það er svona sjálfstæði hérna í þessu og svona stjórnun á jákvæðan hátt.
Þannig að júlímánuður varðandi þetta lofar mjög góðu og ég get ekki annars séð en að það verði einhverjar nýjungar hjá ykkur á næstunni. Ok, þá það heimilið ykkar og svona grunnþarfir. Fjölskyldan ykkar getur verið inn í því og ykkar líðan. Það bara mikil stöðugleiki. Þið eru búin að vera að byggja upp. Einhver ykkar gæti hafa verið að gróðursetja, rækta. Það er mikið gróska í spilunum. Og þið, kæru meyjur, eru nú þekktar fyrir stöðugleika og þolinmæði sem að sýnir sig hérna í spilunum ykkar. Þetta innan heimilisins. Þetta eru þarfinnar ykkar sem að mér sýnist þið vera að sinna mjög vel. Og ef það eru fleiri aðilar inn á heimilinu þá tala spilin að öllum líði vel og það sé samheldni innan hópsins. Á einhverjum heimilum gæti fleiri en ein kynslóð og fleiri en tvær búið saman eða verið stutt á milli kynslóðana. Þannig að þið sækið svolítið í að vera með fjölskyldunni ykkar og það er virðing og heiður uppi við svona til þeirra sem að eldri eru og mikil harmonía hvað þetta varðar. Þið eru bókstaflega eins og blómi í eggi innan heimilisins núna í júlí og þessa stundina og líðanin sýnist mér vera bara á jákvæðum nótum. Ok, og þá það langanir ykkar og þrár. Hvað það sem að þið þráið? Hvernig spilar heppnin inn í það? Ég sé í fortíðinni hafið verið í miklum andlegum pælingum. Hér er líka verið að tala að þið hafið fylgt hefðum og venjum svona eins og kostur og þið hafið trú á því að kerfið sem að þið búið í ykkar nánasta umhverfi virki. Það að segja, þegar ég segi kerfi, þá ég að tala stofnanir þjóðfélagsins, hvernig svo sem þær standa sig frá tíma til tíma, að þá hafið þið trú á því að þjóðfélagi myndi riðlast í sundur ef að þessar hefðir og venjur og þessi styrka stjórn væri ekki til staðar. Þið viljið hafa stjórn á hlutunum. Þið viljið hafa einhvern sem að svona stýrir og leiðtogi. Ekki endilega trúarlegur leiðtogi eða andlegur leiðtogi og þó. En þið allavega hafið lagt rækt við andlega þáttinn. Það er það sem að ykkur svona hefur langað mest að gera og það er hérna þrá eftir því að þroskast andlega. Í dag er kafli hjá ykkur þar sem að þið sjáu hlutina mjög skýrt og þið eru tilbúin að rökræða við hvern sem er. Þið eru búin að uppgötva ákveðin sannleika varðandi lífið, kannski varðandi ykkar líf eða varðandi lífið almennt. Og í dag er svona
góður tími þar sem að þið eru sáttar, kæru meyjur, við umhverfið. Það hefur ekki alltaf verið þannig og hefur gengið á ýmsu varðandi ykkur og það umhverfi sem þið búið við. En framundan góður tími varðandi langanir ykkar og þrár og heppnin svo sannarlega með ykkur. Ég sé hérna réttlætinu verður fullnægt. Ef að ykkur finnst þið hafi verið beittar órétti, kæru meyjur, þá verður bót þar á og hlutirnir komast í betra jafnvægi varðandi það sem þið viljið. Það eru sterk áhrif hérna frá Voginni. Ef til vill einhverju ykkar nánasta umhverfi í því merki. Og þetta eru líka bara þessi jafnvægis áhrif sem að Vogin leitast alltaf við að hafa í kringu sig í öllu. Ok. Þeir eru að tala líka að þið hafi staðið ykkur mjög vel í því að setja langanir ykkar fram. Þannig að almættið að hlusta á ykkur og að vinna í því að koma til móts við ykkur. Já, tengist inn á þemaspili hérna áðan, þetta með tilganginn. Ef til vill hefur ykkur tekist vel að setja hlutina óskirnar ykkar fram með tilgangi. Það líka verið að tala hérna nýjan tilgang, nýjar óskir og langanir sem að munu skýrast fyrir ykkur núna þegar líður á sumarið. Ok, stuðningsnetið ykkar, vinirnir og svona þeir sem þið leitið til þegar að bjátar á. Mér sýnist ég hafa í fortíðinni fundið rétta hópinn, rétta fólkið sem að skilur ykkur, sem að ykkur líður vel í návist þeirra og það ýmislegt búið að vera að gerast í vinahópnum. Mikill kraftur og mikið ferðalög sem að þú ef til vill kæra meyja hefur tekið þátt í. Þarf þó ekki að vera, en það eru líka einhvers konar plön ferðalög framundan innan þessa hóps. Þú átt góða vini, ekkert endilega marga vini samt sem áður. Í dag fögnuður og gleði innan hópsins og það mikil stöðugleiki. Þetta hópur sem búinn að halda saman lengi eða hafa verið vinir þínir, trúir og tryggir vinir þínir í langan tíma og það einhvers konar fögnuður núna þegar líður á sumarið. Geti verið veisla eða geti verið afmæli, gifting, eitthvað slíkt þar sem að þið eru að koma saman í góðra vinahópi og halda upp á áfanga. Þetta getur verið hvort sem á þínum vegum eða á vegum vinanna. Allavega megið þið vera þakkláttar, kæru meyjur, fyrir þessa tryggð sem hérna til staðar. Framundan varðandi stuðningsnetið og vinina, júlí, ágúst,
sýnist mér þið halda meira að ykkur höndum og haldið ykkur meira útaf fyrir ykkur, en alltaf kemur þessi stöðuleiki sterkur inn. Þannig að þó þið hittist kannski ekki oft, að þá er alltaf góður hittingur þegar þið hittist. Innan hópsins er til einhverja framkvæmdir eða eitthvað í gangi sem að kostar mikla peninga og þið eru kannski ekki alveg tilbúnar, kæru meyjur, til að taka þátt í því, eru til vill frekar að halda ykkur höndum og spara fyrir eitthvað annað heldur en þar sem að hópurinn er að taka sig fyrir hendur núna þegar það líður á sumarið. Að því ég sé ykkur aðeins svona draga ykkur út úr. Ok. Þá er komið að ástinni. Nánum samböndum ykkar, rómantík, nánum kynnum. Hvað er að gerast þar? Þar finn ég fyrir þessari bið sem er búin að vera í fortíðinni, sem að kom hérna í upphafi tengt vinnu og viðfangsefnum. Hér virðist líka vera ákveðin bið eða stöðnun hreinlega, þar sem þið hafi verið að bíða eftir því að eitthvað kæmi til ykkar. Ef þið hafi verið að bíða eftir ákveðinu manneskju, ákveðinu sambandi, eða bara hreinlega að hlutirnir færu af stað. Og nú er ég að tala aðallega til ykkar sem ekki eruð í föstu sambandi. Ég skynja ákveðna uppgjöf hjá ykkur. Þið megi alls ekki gefast upp, kæru meyjur. Ef þið eruð einar í dag og finnst eins og ekkert sé að gerast og eru að bíða, þá er ákveðin ástæða fyrir því. Þið eruð að uppskera marga aðra góða hluti í lífi ykkar og meira heldur en ef til vill aðrir í kringum ykkur. Galdurinn er að sýna þakklæti fyrir það og búa þannig til meira rými fyrir fleiri hluti til að flæða inn til ykkar. Þó þið sjáið það til vill ekki alveg í augnablikinu, það jákvæða í því að vera einhleypur, og mun það skýrast með tímanum og ég sé hlutina breytast eftir því sem að líður hérna á júlí og ágúst. Þið eru allavega að fara að njóta lífsins og njóta þess á annan hátt heldur en áður. Það er tenging hérna við útlönd, þó ég hafi ekki séð það áðan varðandi vinahópinn. Þetta er eitthvað annað. Ég geti trúað að það séu plön hérna að fara erlendis til að njóta, en ekki endilega eitthvað sem að þið sjáið í dag eða eigi von á. Þannig að það verður óvænt þegar það kemur. Og ég er núna að lesa ást og náin kynni, þannig að það verður tengt þeim málum. Ef þið vill fáið þið óvænt tilboð frá einhverjum sem býr erlendis eða einhverjum sem vill fara erlendis og vill bjóða ykkur með. Það er það sem að ég finn hérna fyrir. Endilega reyniði að njóta lífsins í botn og slakið á öllum neikvæðum hugsunum. Kæru meyjur, það þarf stundum að
segja þetta við ykkur. Ok, höldum áfram. Plön ykkar, áætlanir og markmið sem hafa ef til vill ekki gengið upp í fortíðinni eru núna algjörlega að blómstra. Óskir og vonir eru að rætast og þau eru að blómstra vegna þess að þú, kæra Meyja, tókst ákvörðun að gefa hlutunum annan séns eftir vonbrigði í fortíðinni varðandi áætlanirnar þínar. Þá ertu núna svona búin að finna svolítið nýjan flöt á málunum og það verður hérna falleg blússandi velgengni miðjan mánuðinn. Þegar líður á júlí, ágúst sé ég ykkur fara í eftirsjárpakkann svolítið, horfa til fortíðar og syrgja það sem ekki varð, það sem þið ekki fenguð eða það sem gekk ekki sinn skildi, tilfinningar sem náðu ekki að blómstra og annað. Þetta tímabil sem þið komist yfir, sem gengur fljótt yfir, því að það má segja kannski að öll plön og öll markmið sem við náum ekki ef við höfum óskað þess heitt. Það þarf smá sorgarferli til að komast yfir það. En þú verður fljót, kæra Meyja, að finna þér eitthvað annað til að plana, einhverjar aðrar óskir, því að þú hefur allt til alls sem þarf. Það eina sem þarf hjá þér er breytt sjónarhorn. Þá er komið að svona þínum hjartans málum, kæra Meyja. Hvað viltu fá út úr lífinu? Hverju leitarðu að í lífinu? Hvert er persónulegt takmark þitt? Mér sýnist alveg frá upphafi eins og þú hefur alltaf vitað hvað þú vildir fá út úr lífinu og þú hefur stefnt að því alveg frá fyrstu stundu. Það hefur bara gengið vel og eftir ákveðið stöðnunartímabil sem búið að vera ríkjandi núna, þá ertu að fara yfir í betri tíma. Ef til vill hefur eitthvað stoppað þig tímabundið, það geta hafa verið fjármál, veikindi, einhvers konar einhverja hindranir á veginum, en þú ert búin að komast yfir þær allar og búin að finna nýja leiðir til að takast á við hlutina, tengir svolítið því sem ég var að segja hérna á undan. Og nú ertu á siglingu yfir í betra tímabil í lífið þínu með jákvæðari viðhorfum, með meiri úrræðum og það á eftir að veita þér afskaplega mikla hamingju. Óskir þínar eru það bil að rætast. Ég sagði þetta hérna áðan líka. Þú ert eiginlega með 3 spil hérna sem tala að þínar óskir rætist. Það er nú ekki amalegt, kæra Meyja, því að það er nú ekki oft sem að fólki gefst það. Það er svona mjög gott hlutfall af háspilum hérna í lögninni þinni, svona cirka 1/3, sem sýnir bara að allt er í góðu flæði. Almættið er með þér í því sem að þú vilt
taka þig fyrir hendur og þú ert í góðri tengingu við sjálfa þig. Kæra Meyja, hefði viljað sjá hérna aðeins fleiri stafi, meiri eld, en samt sem áður, ég held þú sért á góðri siglingu, kæra Meyja, og þessi mánuður á eftir að verða afskaplega góður. Og mundu tilganginn þinn, að gera hluti með tilgangi, og líka þinn lífstilgang, hver hann er og hvernig allt sem þú ert að gangi í gegnum og átt eftir að gangi í gegnum, hvernig það fléttast saman inn í þinn lífstilgang. Þá skulum við kíkja hérna á aðeins fleiri spil. Kæra Meyja, ef að þér finnst eitthvað hefta þig, þá kominn tími núna til að losa höftin. Þetta spil líkist mjög stjörnumerkjaspilinu sem að ég er með hérna fyrir ykkur. Þannig að losa tökin ef eitthvað er að hefta. Losa ykkur úr aðstæðum sem henta ykkur ekki. Ef þið þurfið að losa ykkur úr sambandi. Það er að leyfa sjálfum ykkur að upplifa þetta langþráða frelsi sem að þið þurfið á að halda. Ég sé nú engin sérstök höft hérna endilega í lögnin ykkar. Nema kannski bara það að þið reynið að horfa ekki svona mikið til fortíðar eins og þið hafi gert. Heldur gefið framtíðinni séns. En júlímánuður kemur með einhvers konar lausn og einhvers konar frelsi fyrir ykkur. Ég finn ákveðin létti. Svo fáið þið hérna þennan fallega hákall sem er aðvörun að fara ekki á geyst og fara varlega að hlutunum. Mér finnst þetta tala inn á heilsufarið ykkar, að þið þurfið að svona halda aðeins í tauminn ef þið viljið ekki finna það á heilsunni. Síðan er það spil sem að segja til tímasetningu. Ef þið eru með spurningu varðandi tíma, hvenær eitthvað gerist. Já, það er nóttin. Nóttin er löng. Ekki er öll nótt úti enn og allt það. Eitthvað sem að þið voru að spyrja sem mun eiga sér stað nótt. Og ef til vill þýðir það að það muni gerast án þess að þið verðið varar við það, kæru Meyjar. Svo er þetta rómantíkin tengt við nóttina og draumarnir ykkar gerast oftast á nóttu til. Þannig að verið vakandi fyrir þeim. Síðasta spilið sem þið fáið, kæru Meyjar, það er já eða nei svar og allt þar á milli við spurningu. Og svarið við spurningunni ykkar kemur hér. Óljóst svar, spyrjið aftur. Ef þið þurfið að orða spurninguna á annan hátt. Og þá kemur þetta að það sé mjög ólíklegt
Ég vona bara að það sé svarið sem að þið voru að óska eftir, að eitthvað sé ólíklegt. En þá ætla ég að þakka ykkur fyrir, kæru meyjar. Ég vona að júlímánuður verði ykkur góður. Og ég sendi ykkur ljós og kærleika.